Settur fundur í borgarstjórn þriðjudaginn 3. september. Forseti vill bjóða borgarfulltrúa hjartanlega velkomna til starfa eftir sumarfrí. Einnig vil ég minna borgarfulltrúa á breyttar reglur fundarsköp sem stafa nýrri samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar sem tók í gildi í sumar. Borgarfulltrúar mega tala nú 3 við hverja umræðu máls. Í fyrstu ræðu má ræðutími vera allt að 20 mínútur. Ræðutími í seinni ræðu má vera allt að 10 mínútur. Við umræðum fundargerðir ræðutími nú takmarkaður við 10 mínútur. Að jafnaði borgarfulltrúa heimilt að veita andsvar við 2 ræðum undir hverjum dagskrárlið. Og við göngum að dagskrá og tökum fyrir fyrsta mál sem umræða dagvistun og leikskólamál. Og þá tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hef talað það áður, ég veit að allir eru kannski orðnir pínu leiðir á því, en það var fyrir 20 árum að það var gerð bylting í dagvistunarmálum í Reykjavík. Þá var ákveðið að öll börn 2 ára og eldri fengju inni á leikskólum borgarinnar allan daginn óháð stöðu foreldra. Það var sannarlega bylting sem skipti máli fyrir börn og fyrir fjölskyldur þeirra en ekki síður fyrir borgarbraginn í Reykjavík, fyrir atvinnulífið, fyrir menntakerfið og fyrir samfélagið allt. Þannig skapaðist til dæmis jafnréttisgrundvöllur fyrir fólk til að haga lífi sínu með öðrum hætti en áður, fyrir börn til að afla sér menntunar án tillits til fjölskyldugerðar eða aðstæðna. Síðan hefur því miður ekkert gerst. Ég veit að fólk stuðast, og sérstaklega kannski fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þegar ég segi ekkert, enda hafa auðvitað einhver skref verið stigin, einhver þróun hefur átt sér stað, leikskólarnir hafa breyst eðlilega og aðlagast tíðarandanum og fleira í þeim dúr, en ennþá, 20 árum eftir byltinguna miklu, enn miðað við að börn 2 ára og eldri komist inn á leikskóla. Sömu sögu að segja dagforeldrakerfið. Það hefur verið nánast óbreytt frá árinu 1992, þó smávægilegar breytingar hafi vissulega verið gerðar á reglugerð starfsemina árið 2005. Á þessum 20 árum hefur ótrúlega margt annað breyst í samfélaginu. Fæðingarorlofið hefur verið lengt úr 6 mánuðum í 1 ár frá og með árinu 2016. Borgarbúum hefur fjölgað 15%. Grunnskólarnir eru einsetnir en ekki þeir eru komnir til sveitarfélagana frá ríkinu. Frístundaheimili eru orðin að veruleika, vitundavakning hefur orðið í umhverfis- og jafnréttismálum og svona gæti ég lengi talið. En leikskólarnir, þeir taka ennþá á móti börnum haustið sem þau verða 2 ára. Dagforeldrakerfið óbreytt. Breytingar verða ekki að sjálfu sér, það alveg á hreinu. Sérstaklega ekki hjá hinu opinbera og enn síður að þær kosta peninga. Eða allavega ef þær varða hinn svokölluðu mjúkusvið. Breytingar krefjast mjög sterkrar sannfæringar stjórnmálafólks og eftirfylgni. Það þarf að ákveða að breyta forgangsröðun og færa til fjármagn ef að breytingar eiga að verða. Það var gert þegar leikskólabyltingin mikla átti sér stað. Það kostaði helling af peningum. En að því að stjórnmálafólk trúði á verkefnið, þá fann það peningana og kláraði málið. Það hægt. Forseti, langt skeið hafa fulltrúar allra flokka hér í borgarstjórn talað að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Mismikið, vissulega, og með ólíkar lausnir í sjónmáli, en hér í Reykjavík hafa starfshópar verið settir á laggirnar og skýrslur skrifaðar hvernig þetta megi gerast almennilega. 2 þessara skýrslna standa upp úr. Annars vegar tillögur blíða byrjun og hins vegar niðurstöður verkefnis kynjaða fjárhags- og starfsáætlun, þar sem að kannaðir voru kostir þess að taka börn inn ári fyrr á leikskóla. Í skýrslunni blíða byrjun koma fram margar tillögur en megináhersla þar lögð á uppbyggingu ungbarnadeilda á leikskólum, borgarreknum leikskólum, endurskoðun á dagforeldrakerfinu eins og það í dag og stofnun fjölskyldumiðstöðva í anda blíðrar byrjunar og Penn Green sem ég ætla ekki að fara nánar út í.
Skýrslunni blíða byrjun var vel tekið í skóla- og frístundaráði og tillögurnar settar í farveg þegar hún kom út í janúar 2012. Ekki liggur fyrir hvernig málin hafa þróast síðan þá. Hrátt minnisblað var lagt fyrir borgarráð einhvern tímann í vor en afgreiðslu þess frestað. Í september 2012 lá fyrir niðurstaða starfshóps um áhrif þess að taka börn ári inn fyrr á leikskóla. Þar var bara frummat að ræða og samþykkti ráðið vegna þess að farið yrði í talsverða viðbótar gagnaöflun í kjölfarið. Það var meðal annars óskað eftir frekari greiningu á húsnæðisþörf eftir hverfum. Það var óskað eftir áhrifum á stöðu kynjanna á vinnumarkaði, áhrifum á kynbundinn launamun, áhrifum á tækifærum karla og kvenna til framþróunar í starfi. Það var óskað eftir greiningum á áhrifum á atvinnustig kynjanna, bæði til lengri tíma og til skemmri tíma og mögulegum áhrifum á líðan og frammistöðu barna í námi síðar meir með 1 árs viðbótar leikskólamenntun á baki. Nú spyr ég, ári síðar, hvort þessi greiningavinna hafi átt sér stað, hvort hún sé hafin og hvort hún sé á niðurstöðum. Ég hef allavega ekki orðið þess vör að þessi vinna sé í gangi, né fengið neinar niðurstöður afhentar og það væri gott ef að formaður skóla- og frístundaráðs myndi svara mér það hér á eftir. Það þriðja sem hefur svo gerst á vegum borgarinnar og ég batt sannarlega vonir við var samþykkt borgarstjórnar frá því í nóvember í fyrra þegar ákveðið var að leita eftir viðræðum við ríkisvaldið um að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þá var jafnframt óskað eftir því að skóla- og frístundasvið inn í undirbúningsvinnu meðal annars með því að afla gagna stöðu mála. Það leiddi til þessa áðurnefnda minnisblað sem var lagt fram í borgarráði einhvern tímann í vor. Afgreiðslu þess var frestað og ekkert hefur verið rætt um það mál frekar. Viðræðurnar hófust aldrei, nema ég hafi mistað einhverju. Aftur á móti hefur ríkisvaldið lagt talsvert af mörkum. Eftir að tillagan var samþykkt fyrir ári síðan og nú hefur verið ákveðið að árið 2016 verði fæðingarorlofið orðið 12 mánuðir. Ríkisvaldið hefur þannig tekið á sig 6 mánuði af þeim 18 sem ekki höfðu verið brúaðir árið 1994. Borgin hefur aftur á móti engu breytt. En forseti, þó að skóla- og frístundaráð hafi óskað eftir upplýsingum um áhrif þess að börn fari fyrr inn á leikskóla og að mikilvægt sé auðvitað að afla trúverðugra gagna, að þá liggur það alveg ljóst fyrir að slíkt hefði gríðarlega jákvæð áhrif á samfélagið. Við þurfum ekkert endilega að hafa það svart á hvítu. Það myndi að sjálfsögðu hafa umtalsverð áhrif á stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði og það myndi stuðla að hamingjusamari fjölskyldum og samfélagi rétt eins og byltingin frá 1994. Við vitum það öll. En það liggur fyrir að slíkt myndi kosta peninga. Það myndi kosta 1252 milljónir króna á ársbasis að reka leikskóla með ef við tækjum börnin ári yngri inn, segi ég. Og það fyrir utan nauðsynlega stofnframkvæmdir til þess að koma þessu fyrir. Það slatti. Fólk jesúar sig og allir eru sammála um að þetta sé náttúrulega ekki hægt bara sisvona. Meira að segja ég sammála um að það ekki hægt sisvona. En samt ákveðið, einróma, bara sisvona að endurgera Hverfisgötu fyrir 1100 milljónir á ári og Borgartúnið fyrir 700 milljónir, bara þessu ári. Auðvitað það stofnkostnaður, hann einskiptis og hann eignfærður og ég veit alveg að mörgum ykkar finnst asnalegt að ég sé að bera þetta saman, en það verður samt að gera það. Við verðum að átta okkur á því þegar allt kemur til alls að þá erum við að tala um sameiginlegan sjóð borgarbúa. Við erum að tala um hvað megi gera fyrir hann og í hvaða röð. Við eigum saman 80 milljarða króna og það hvernig honum varið í okkar höndum, hér. Stundum finnst okkur ofsalega auðvelt að taka ákvarðanir um 1100 milljónir eða 700 milljónir og stundum finnst okkur 1252 milljónir alveg rosalega háar upphæðir. Það fer eftir því í hvað á að verja peningunum og það fer eftir því hvernig samfélagið hefur kennt okkur að meta verðmæti í þessu samfélagi. Og það er bara þannig að við kunnum ennþá ekki að meta almennilega það sem að leikskólarnir hafa fram að færa. Hvorki fyrir börnin okkar, fyrir okkur sjálf eða fyrir samfélagið. Og það er ekki nógu gott. Það er þannig sem sagt í dag að stefna borgarinnar, pólitísk stefna borgarstjórnar Reykjavíkur er svo sama og hún hefur verið undanfarin 20 ár
að börn komast inn á leikskóla árið sem þau verða 2 ára og dagmæður og einkareknir ungbarnaleikskóla sjá að brúa bilið þar á milli. Það hefur ekkert breyst, ekki í tíð núverandi meirihluta, ekki í tíð allra 4 meirihlutana á síðasta kjörtímabili, ekki í tíð R-listans eftir árið 1994. Ekki neitt. Forseti, ég ætla ekki að tala um það sem gerðist hér á 101 leikskóla eða vandann sem þar skapaðist. Auðvitað þarf að endurskoða verklagsreglur. Það þarf að bæta eftirlit og það þarf að tryggja betur stöðu barna á þessum aldri og foreldra þeirra. Ég treysti því að skóla- og frístundasvið sjái til þess að allar reglur verði endurskoðaðar, að eftirlit verði bætt og svo framvegis. Fyrst og fremst verðum við, og það er ástæðan fyrir því að ég óska eftir þessu dagskrá, að axla ábyrgð á þessum börnum. Rétt eins og við öxlum ábyrgð á börnum 2 ára og eldri. Eins og við öxlum ábyrgð á unglingum, eins og við öxlum ábyrgð á 18 ára og eldri. Þá verðum við að axla ábyrgð á börnum á aldrinum 6 mánaða til 2 ára. Ég skil ekki af hverju það gerist ekki neitt. Af hverju það hefur enginn haft samband við ríkið, þrátt fyrir samþykkt borgarstjórnar, af hverju það liggi ekki fyrir niðurstöður, þrátt fyrir ársgamla samþykkt skóla- og frístundaráðs um greiningu og af hverju það hefur ekki ennþá verið færð af stað í samræmi við samþykkt skóla- og frístundaráðs um blíða byrjun. Ég skil ekki af hverju það er ekki unnin áætlun að dagforeldrar, eins og annað uppeldisstarfsfólk, vinni 2 og 2 saman. Það þekkist jú ekki í leikskólum eða frístundaheimilum eða grunnskólum eða félagsmiðstöðum eða nokkuð tíman að uppeldisstarfsfólk vinni 1 á vakt með börnum. Hvergi gerist það? Nema með börnum á aldrinum 9 mánaða til 2 ára. Þar þykir það í lagi. Og það eru þau börn sem að síst geta gert eitthvað ef að eitthvað kemur upp á. Síst geta brugðist við og síst geta bjargað sér. Hvernig stendur svo á því að ríkið hefur í tvígang geta tekið risastór og þýðingamikil skref til þess að brúa bilið? Bæði þau skref kostuðu helling af peningum, örugglega meira en 1252 milljónir, alveg pottþétt. Og það jafnvel þó að við værum í stærstu kreppu sögunar á Íslandi. Jú, það var vegna þess að þar var stjórnmálafólk sem hafði sannfæringu fyrir því að þetta væri sanngjarnt og réttlátt og að þetta væri mikilvægara heldur en eitthvað annað. Að þetta væri fjárhagslega hagkvæmt til lengri tíma litið og þetta væri eitthvað sem við ættum að gera fyrir peningana sem við eigum öll saman. Við getum gert þetta í Reykjavík ef við ákveðum að þetta sé mikilvægara heldur en eitthvað annað. Þess vegna ætla ég að enda ræðuna henni í dag á því að brýna ykkur kæra samstarfsfólk í að vera með mér í því, þó ekki væri nema í að búa til einhverja áætlun það, hvernig við getum brúað þetta bil. Þó við getum ekki annað en að setja áætlun til 10 ára, 20 ára. Allavega það að við höfum þá stefnuskrá okkar að brúa bilið að þjónusta börn frá 6 mánaða til 2 ára aldurs án þess að fólk sé þvingað til þess að fara eitthvað annað en til hins opinbera. Að hið opinbera bjóði upp á dagvistun fyrir þessi börn eins og öll önnur börn. Með þess er ég ekki að segja það að leggja af dagforeldrakerfið eða einkarekna leikskóla, þó ég gæti vel haldið því fram hér að einkarekni leikskólar ætti ekkert endilega að þurfa að vera til. Ég ætla ekki að grípa svo sterkt til orða eða taka svo sterkt til orða dagmærakerfið. En það með vel vera allskyns valkostir í boði. Ég er ekki að tala eða að útrýma þeim, en hið opinbera á að axla ábyrgð. Til þess að það geti orðið þá verðum við að setja okkur einhverja áætlun það hvernig við ætlum að innleiða það. Við verðum að vinna eftir henni og við verðum að forgangsraða peningum í þessa átt en ekki einhverja aðra. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Það er gott að fá tækifæri til þess að ræða þessi mál hér í borgarstjórn Reykjavíkur, okkar framtíðarsýn fyrir yngstu börnin í borginni. Og það er rétt sem að borgarfulltrúi og málshefjandi Sóley Tómasdóttir vék hér að það er ekki fyrsta sinn sem við ræðum það hér. Og þegar ég lít tilbaka þá má segja að í raun hafi þessi umræða verið mjög mikil og mjög þung, allt síðan ég hóf afskipti af borgarmálum og það var það leyti sem minn frumburður fæddist sem senn fyllir sinn fyrsta tug. Við höfum rætt þetta bil milli fæðingarorlofs og upphafs leikskólagöngu frá öllum hliðum séð og höldum því áfram og ég fagna því ef við getum
sammælst einhvers konar áætlun til lengri tíma það hvernig við brúum þetta bil betur. En það togast auðvitað á í þessari umræðu margvíslegir kraftar. Það aðbúnaður yngstu barnanna, þroski þeirra og þarfir. Það þessi tilfinning foreldra sem sannarlega til staðar öryggisleysi. Sú tilfinning helst auðvitað í hendur við það að fæðingarorlofið styttra hér en gengur og gerist. Þessi umræða snýst fjármagn og snýst forgangsröðun. Hún snýst líka fjölgun fagfólks sem hefur ekki haldist í hendur við öra uppbyggingu leikskólanna frá því að Reykjavíkurlistinn setti sér þetta metnaðarfulla markmið árið 1994. Og svo helst auðvitað í hendur við þessa umræðu staða borgarsjóðs hverju sinni og við hvað verkefni hún að glíma. Framtíðarsýn mín og ég held vel flestra hér inni skýr og hefur verið lengi að Reykjavíkurborg á að stefna að því að búa svo í haginn fyrir barnafjölskyldur að þær geti átt þennan möguleika á að velja á milli dagforeldra fyrir ung börn sín eða leikskóla sem tekur mið af þroska þeirra á aldri. Við vitum vel hvað útheimtir í fjármagni og hvað þarf að koma til í framkvæmdum til að þessi draumur rætist og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir fór ágætlega yfir það og það skýrsla sem að fjármálaskrifstofa borgarinnar vann í samstarfi skóla- og frístundasvið á þar síðasta ári, eða hóf þá vinnu þá, skulum við segja, og skilaði af sér á síðasta ári, þar sem að þessi ytri rammi, þessara róttæku breytinga, hann tíundaður, því þetta breyting og við gleypum ekki þennan fíl í einum bita, það held ég okkar raunsæja sameiginlega mat, en við eigum að sjálfsögðu að skoða hvaða hæg og öruggu skref við getum tekið í átt til þess. Ég ætla ekki að fara aftur yfir þær tölur sem að málshefjandi fór yfir það hvað svonanlega gæti kostað og það kannski ein hliðin á peningnum en hin auðvitað sú hvaða áhrif aðgerðin myndi hafa. Og ég mun kalla eftir því að það verði hraðað vinnu við þessa ítarlegri greiningu sem að skóla- og frístundaráð bað á sínum tíma þegar að þessi skýrsla það hvaða áhrif það hefði á borgarsjóð og stöðu borgarbúa ef börn færu árið fyrir inn á leikskóla. Við skulum bara ganga eftir því. Ég veit hins vegar að það þurftu margir að koma að þessari ítarlegu greiningu því að hún snertir auðvitað fleiri svið borgarsamfélagsins en bara skóla- og frístundamál. En við skulum fá þessa greiningu sem fyrst í hús. Annað sem að borgarfulltrúinn vék að var skýrsla blíða byrjun sem svo kallað, þar sem að möguleika borgarinnar til að koma til móts við börn á aldrinum 0 til 3 ára var skoðuð. Þetta verkefni fór af stað í tíð fyrri meirihluta á síðasta kjörtímabili, tók dálitlum breytingum kannski í ferlinu sökum þess að fjárhagur borgarsjóðs og staða hans breytist þó nokkuð frá því að verkefnið var sett af stað en afar gott verkefni enga síður og það nú mjög margt af þeim verkefnum úr blíðri byrjun sem að við sjáum strax í dag að áhrifin komin til að vera í þróun þjónustunnar fyrir ung börn. Nefni ég til dæmis hugmyndina fjölskyldumiðstöð í anda Pen Green sem fjölskyldumiðstöð í Bretlandi sem hefur með ákveðinu hugmyndafræði komið til móts við fjölskyldur ungra barna, allt frá því í rauninni að barnið kemur í heiminn, frá því að það hefur sitt formlega nám, ef svo má segja. Og þetta verkefni var í rauninni falið hverfisstjóra Breiðholts að vinna úr og það smellpassar í rauninni við þær áherslur sem við höfum lagt í Breiðholtinu og ég veit að það unnið að því að þróa hugmyndafræðina sem að finna í þessari fyrirmynd í Breiðholtinu en hvort að fjármunir og aðstaða og annað leyfi að það séu tekið mjög stór skref í því samhengi veit ég ekki alveg á þessari stundu. Ein svona stærsta, getum við sagt, tillagan í skýrslu starfshóps blíða byrjun var uppbygging yngri barnadeilda í leikskólum borgarinnar, að það sé sérstaklega tekið mið af þroska og þörfum yngri barna leikskólana og að það verði unnið í samstarfi við háskólann og að því verði hrint í framkvæmd á okkar borgarreknum leikskólum. Það núna í gangi í 4 stórum leikskólum og í samstarfi við háskólasamfélagið og það verkefni hlaut nafnið Skína smástjörnur og ákaflega metnaðarfullt og gaman að fylgjast með. Annað sem að var að finna í tillögum starfshóps blíða byrjun í vinnslu hér og þar og það sjálfsagt að skóla- og frístundaráð fái fljótlega áfangaskýrslu það hvar þessi verkefni staðsett
og eins þessa ítarlegri greiningu sem að fleiri skrifstofur borgarinnar koma að vinna í samhengi við þau viðamiklu áhrif sem það að koma börnum árið fyrir á leikskóla getur haft á borgarsamfélagið, atvinnuþátttöku, þroska barna, svona mætti lengi telja. En ég talaði krafta hér áðan og það að það þarf auðvitað margt að ganga upp sem ekki bara á okkar valdi hér í borgarstjórn svo við getum leyst. Ég nefndi fjölgun fagfólks, hún hefur ekki staðið undir þessari hröðu uppbyggingu leikskólana sem staðreynd frá árinu 1994, en það hafa líka aðrir kraftar á allra síðustu árum verið að verki sem við höfum illa getað ráðið við en fögnum að sjálfsögðu, og það barnasprengjan sem staðreynd. Árgangar 2009 og 2010 voru óvenju stórir og það á þeim tíma sem að borgin átti kannski fullt í fangi með að halda úti þeirri þjónustu sem hún þegar sinnti. Ég hér með tölur fjölgun leikskóla barna síðustu árin. Það gaman að skoða þessar tölur. Árið 2009 voru í leikskólanum okkar 6.500 börn og árinu 2012 eru þau að nálgast 7.000. Þarna 500 barna fjölgun á tíma sem að borgarsjóður hefur sannarlega þurft að velta við hverjum eyri. Þannig að ég held að þessi fjölgun segi ýmislegt og beri fagurt vitni bæði styrk okkar kerfis, leikskóla og dagvistunarkerfisins sem og auðvitað skýra forgangsröðun borgarinnar sem forgangsröðuðu þannig að við getum haldið uppi sömu góðu þjónustunu og sama góða skólastiginu og áður. Aðrir kraftar sem verða að koma til að þetta bil verði brúað og tekið þar hjartalega undir með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur, og það lenging fæðingarorlofsins og styrking fæðingarorlofssjóðs. Borgarfulltrúinn var hér áðan nokkuð bjartsýnn á að þessar áætlanir fyrir ríkisstjórnar héldu og ég vona að það verði rétt hjá borgarfulltrúanum, því að það ætti auðvitað að vera forgangsmál nýrrar ríkisstjórnar að þessar fyrri áætlanir lengingu fæðingarorlofs tímabilsins sem og styrking fæðingarorlofssjóðs að þær gangi eftir en verði ekki niðurskurðarhnífnum að bráð í næstu fjárlögum, því að það hefur sannarlega verið nefnt í sömu andrá og fjárlögin og ýmis verkefni sem skera má niður hafa verið til umfjöllunar. Ég hef alltaf sagt að brúarsmíði getur ekki farið fram bara frá öðrum bakkanum og fæðingarorlofi hér óvenjustutt með við nágrannalöndin á meðan að atvinnuþátttaka beggja kynja óvíða meiri í Evrópu en hér og í öllum heiminum en hér, og barneignir með frísklegra móti, svo miðað sé við önnur lönd í Evrópu. En það mikilvægt að vera skynsamur og raunsær í senn þegar talað áframhaldandi uppbyggingu leikskólana og taka þessi skref hægt og rólega og laga uppbygginguna að óskum foreldra hvað þeir telja best fyrir sitt barn. Já, það auðvitað svoleiðis og það sjáum við í viðhorfskönnunum þegar við spyrjum foreldra hvers konar dagvistun þeir myndu kjósa fyrir sín börn ef þeir hefðu það ótvírætt val frá 1 árs aldri eða frá því að fæðingarorlofi sleppir, að þá skiptast þeir mjög gjarnan í 2 hópa, það bil í 2 hópa. Þeir sem myndu gjarnan vilja leikskólagangan hæfist 1 árs aldur barnsins og svo þeir sem finnst dagvistun hjá traustu dagforeldri vera besti kosturinn fyrir sitt barn. Og þetta verðum við að sjálfsögðu að hafa í huga, en það segir okkur líka það að við ættum að geta á næstu árum tekið góð og raunsæ skref til þess að koma til móts við þá óskir þeirra foreldra sem myndu gjarnan vilja að leikskólinn hæfist fyrr. Það verður auðvitað ekkert það deilt að aðbúnaður og nám og umönnun og umhyggja yngstu barnanna síður en svo minna mikilvæg heldur en þeirra sem eldri eru. Það var aðeins í umræðunni á síðustu vikum hvort að það væri síður þörf á til dæmis fagmenntuðu fólki þegar kemur að yngstu börnunum en þeim sem eldri eru, og ég vona við séum öll hér inni sammála að svo ekki. En það einmitt, þess vegna ég í raunsæja gallanum mínum hér í pontunni í dag, það einmitt ástæðan fyrir því að við verðum að sjá þetta allt saman spila saman. Því að við þurfum sannarlega á fagfólki, góðu og sterku fagfólki að halda til þess að manna þessa stöður og þessa öru uppbyggingu. Eins og staðan í dag, þá eru fagfólkið okkar 1/3, það að segja leikskólakennarar, en af starfsfólkinu öllu 50% með háskólamenntun.
Þetta hlutfall hefur verið svo til óbreytt síðustu ár, en við sjáum auðvitað ef við tækjum þetta nú í einu stóru skrefi, sem ég held að við séum öll meðvituð að sé ekki raunsætt að gera, að þá myndi þetta hlutfall að sjálfsögðu daprast, það myndi verða lakara og það viljum við helst ekki sjá. Og viljum að sjálfsögðu vinna með og höfum unnið með ríkisvaldinu og kennara, þeim sem halda utan um kennaramenntun á Íslandi leiðir til þess að gera starf í leikskólum eftirsóknarvert og hvetja sem flesta til þess að leggja námið fyrir sig. Ég nefni hér, og það væri gaman að ræða í þessari umræðu, ýmislegt sem að við getum horft til framtíðar. Sólveig Tómasdóttir talaði um 10 ára plan eða 20 ára plan. Ég held að við ættum ekkert endilega að horfa fram á að þetta taki svo langan tíma og við getum tekið þessi skref hægt og örugglega á næstu, einhvern tímann í svona nánustu framtíð. Og við sjáum það auðvitað þegar þessi stóru árganga barna fæddir 2009 og 2010, þeir fara á endingu í grunnskóla, það haustið 2015 og 2016. Og það hefur aðeins ljákkað í barneignum, ekki mjög mikið en þó eitthvað, þar hugsanlega svigrúmið okkar til þess að taka fyrsta skrefi. Og svona mætti lengi telja. Stundum hefur verið rætt í þessari umræðu, eigum við að hugsa gjaldskrá leikskólana á annan hátt. Ég ekkert endilega að halda því fram að það sé besta leiðin, en það hefur verið rætt, hvort að það sjónarmið geti verið uppi vegna þess að það útheimtir meira fé að sinna yngri börnum því að þau þurfa meiri mannskap og það getur komið til nauðsynlegra breytinga á húsnæði og svo framvegis sem að telur til þess að geta komið til móts við lítil kríli, að þá getum við hugsanlega verðlagt fyrstu árin í leikskóla á einhvern annan hátt heldur en þau eldri. Þetta eitthvað sem við viljum ræða hér? Þetta hefur stundum þessum sjónarmiðum hefur verið hreyft í þessari umræðu. Og ég sé nú á þeirri skoðun að það eigi að vera gott aðgengi fyrir alla að góðum og faglega sterkum leikskólum óháð fjárhagslegri stöðu fólks. Fyrst og síðast þá þurfum við að styrkja leikskólann sem fyrsta skólastigið og gera til hans kröfur sem metnaður starfsfólks kallar á og stendur fyllilega undir. Við eigum að innleiða metnaðarfullar stefnur til dæmis læsi eins og við erum að gera núna í vetur. Við eigum að vera með styðjandi mat á starfinu sem verið að innleiða nú mundir í Reykjavík. Við eigum að hvetja til þróunarstarfs með öflugum þróunarsjóði og svona mætti lengi telja. Aðeins varðandi dagforeldrana, að þá höfum við margoft rætt málefni dagforeldra hér í borgarstjórn og vitanlega það fyrirkomulag ekki fullkomið. Á því eru snöggir blettir sem að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir talaði hér áðan. Það má þó ekki gleyma því að þegar að foreldrar eru spurðir þá kom mér á óvart hversu staðfastur og þokkalega stór hópur foreldra kýs dagforeldra dagvistunar kerfið umfram leikskólana og það þrátt fyrir að þeir séu spurðir út í þennan kostnaðarmismun og hann sé tekið með í reikningin. Og það eru tilgreindar sérstakar ástæður fyrir því. Þannig að sjónarmið foreldra eru ólík. En það gefur okkur kannski líka fyrirheit það að við getum nálgast þetta verkefni hægt og rólega fyrir þá þann hóp sem það vill. En vegna þess að hér var talað að engar breytingar hefðu orðið á dagforeldrakerfinu, þá má kannski segja að í grunninn það ósköp svipað og það hefur verið undanfarna áratugi. En við höfum þó markvisst á þessu síðustu árum hvatt til þess að þeir starfi í meira mæli 2 og 2 saman. Það fyrirkomulag sem foreldrum í Reykjavík hugnast mjög vel. Þessir dagforeldrar eru mjög vinsælir sem að hafa tekið höndum saman og starfa 2 og 2. Við höfum í því skyni leigt út mikið af húsnæði sem borgin áður var lítið að nýta eða lítið sem ekkert og gert það öruggt og vistlegt þannig að þar geti átt sér stað, geti átt heima yfir daginn athvarf 10 börn hjá 2 dagforeldrum. Og við erum hér með tölur yfir það að frá árinu 2009 hefur dagforeldrum sem starfa 2 og 2 saman fjölgað úr 46, sem voru þá 23 stöðum, í 90 á 45 stöðum. Þetta mjög jákvæð þróun og ekki lengri tíma, þannig að ég vil ekki taka undir það að séu engar breytingar á dagforeldrakerfinu og þetta hefur mælst mjög vel fyrir, eins og ég sagði áður, hjá bæði foreldrum og dagforeldrum sem líkar þessi kostur afar vel og ég held að við ættum að leita að fleiri leiðum til þess að fjölga þessum valkosti.
En að lokum þá ábyrgð okkar mikil og rík, undir það tek ég, að þróa áfram góða leikskóla, gott leikskólastarf og góða dagvistun fyrir yngstu börnin í borginni og við að nálgast það verkefni með raunsæi og skynsemi að leiðarljósi. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það nokkur atriði sem langar til að koma aðeins inn á. Fyrir það fyrsta þetta með skynsemi og raunsæi. Mér finnst frekar leiðilegt þegar það talað við mig að ég eigi að vera skynsöm og raunsæ. Það engin skynsemi og engin raunsæi í gangi. Það sem í gangi status quo. Það engin áætlanagerð í gangi. Það engin áætlun í gangi. Og það þýðir ekkert að tala að hún eigi að einkennast af skynsemi og raunsæi þegar hún ekki til. Það að laga áætlanagerðina að vilja foreldrana. Að það að ákveðin hópur foreldra vilji vera með börnin sín hjá dagforeldrum gott og blessað. En vilji hins helmingsins að börnin þeirra komist inn á borgarrekna leikskóla. Það hlýtur áætlunin að snúast og það það sem við þurfum að gera. Skynsamlegt og ábyrgt að sjálfsögðu. Það að brúarsmíði geti ekki verið einhliða, jú, hún getur það víst. Hún hefur verið það undanfarin 20 ár. Tveir stórir áfangar hafa verið smíðaðir af bakka ríkisins yfir til okkar. Fyrst 3 mánuðir upp úr síðustu aldamótum, svo aftur 3 mánuðir núna, hvort sem að hægri ríkisstjórnin kemur til með að afnema það eða ekki, þá það sem að lögin kveða á í dag. Héðan hefur ekkert breyst. Hér bakkinn óhreyfður. Þannig að jú, brúarsmíði getur víst verið einhliða, en betur færi ef að við tækjum okkar ábyrgð líka og færum í átt að ríkinu. Það að dagforeldrakerfið hafi verið að breytast og það sé jákvætt, auðvitað það jákvætt að fleiri dagforeldrar velji að vinna saman. Það frábært. En mikið held ég að það væri skrítið ef okkur þætti frábært að fleiri leikskólar kysu að láta ekki eina vera á vakt með börnum eða frístundaheimili eða félagsmiðstöðvar eða grunnskólar. Það bara ekki þannig. Það var ákveðið top down að þannig skyldi það vera og ég skil ekki af hverju við getum sætt okkur við og bara fagna því að einhverjir kjósi að vinna saman í staðinn fyrir að gera sömu kröfur til dagforeldra og við erum að gera til annarra sem að sjá börnin í þessari borg. Og já, ég mun halda áfram síðan. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ekki var ég og mun aldrei væna borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur það að tala ekki af raunsæi og skynsemi. Ég var almennt að hvetja til þess í allri áætlanagerð og umræðu þetta bil sem við viljum brúa að þá einkennist áætlanagerðin af raunsæi og skynsemi. Út af þessum ólíku kröftum sem verða að koma saman til þess að þetta geti orðið að veruleika. Ég held að ég hafi verið alveg ágætlega skýr áðan þegar ég talaði mismunandi hug eða mismunandi sjónarmið foreldra þegar kemur að því að kjósa dagvistun fyrir börnin sín á þessum viðkvæma aldri milli 1 árs og 2 ára. Það stundum látið í umræðunni og ég held að það sé ekkert endilega skynsamlegt og við höfum bara einfaldlega gögn og niðurstöður og viðhorfskönnunum sem að sanna það vilja ekki allir foreldrar það sama. Það gerir ekki lítið úr þeim sem vilja eitthvað annað en það sem í boði, en það vilja ekki allir foreldrar það sama. Og svo varðandi brúarsmíðina, þá tek ég undir það. Við þurfum að vinna að þessari brúarsmíð frá báðum bökkunum, en ég vil þó benda á það að í þeim nauðsynlegu hagræðingaraðgerðum sem varð að fara í á síðustu 4 árum, að þá hefur auðvitað sífækkandi verið í hópi þeirra foreldra sem að nýta sér fullt fæðingarorlof. Það hefur sett aukinn þrýsting á okkar dagforeldra, á okkar ungbarnaleikskóla, á okkar leikskólakerfi og við eigum einfaldlega yfirlit yfir það og höfum sent það meðal annars til ráðherra á síðasta kjörtímabili sem báði einhvern tímann þær upplýsingar hversu í rauninni mikið hærra hlutfall af börnum, yngri börnum, vilja núna þjónustu og þurfa að komast í þjónustu hjá okkur vegna þess að fæðingarorlofið tók þeim breytingum sem varð að fara í á þeim tíma sem voru mjög sársaukafullar. Þannig ég tel að það sé mikilvægt að bæta úr því sem var skorið niður hvað var að fæðingarorlofið og síðan helst af öllu lengja það. Þá
hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið við það að svara andsvari. Og þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við erum öll sammála hér að draumur okkar allra sé að byggja yfir þjónustu frá börnum sem skilja við foreldra sína í lok fæðingarorlofs það bil 9 mánaða í dag. Við erum hins vegar ennþá að tala 1 árs af því að stefnan var sú að hækka fæðingarorlof til 1 árs, en við munum alltaf horfa á þá framtíð að sumir foreldrar eru einstæðir og aðrir foreldrar geta ekki tekið fullt fæðingarorlof, þannig að við munum alltaf þurfa að horfa á þjónustu frá 6 til 9 mánaða aldri. Þannig að ég vil að við setjum umræðuna út frá þeim forsendum að við munum alltaf þurfa að finna þjónustu frá þessum ungu börnum frá því að fæðingarorlof sleppir á mismunandi tíma hjá foreldrum. Ég held við séum ekki að deila einhverja framtíðarsýn, kannski frekar leiðir eins og oft hér í borgarstjórn. En við vitum hér öll sem erum inni, og ég sérstaklega með 2 börn á leikskólaaldri og 1 inni í þessu ungbarnaleikskólakerfi, að þetta er mikill baggi og mikið stress fyrir foreldra. Og þetta er eitthvað sem við viljum vera með skýra stefnu og ég vil fá að þakka borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur fyrir að koma með þessa umræðu aftur hér, af því að það er rétt hjá henni og við höfum ekki rætt þetta ansi lengi. Við tókumst hins vegar harkalega á stefnumótun sem að þáverandi meirihluti 2007 setti fram hvernig við ætlum að byggja yfir þennan hóp, hvernig þjónustuúrræði við ætlum að hafa. Deilan snerist sérstaklega einn þátt sem að hét þjónustutrygging og var mjög umdeildur út frá femínískum sjónarmiðum, en átti að vera ákveðin þáttur til þess að bæta á meðan við værum einmitt að byggja yfir einhverja almennilega þjónustu, til þess að foreldrar gætu haft sínar eigin lausnir, til þess að gætu borgað niður au-pair manneskjuna sem kemur og brúar þetta bil eða eitthvað annað. Ég er ennþá sannfærð að þetta sé ódýr en góð leið fyrir borgina til að styðja suma foreldra. Ekki allra, en suma. Og ég tek undir með borgarfulltrúa Oddný Sturludóttur hér. Það nefnilega skiptar skoðanir hvernig þjónusta á að vera í boði fyrir þessi yngstu börn. Það eru mörg ár af könnunum sem segja að flestir foreldrar vilja sjá þau farin í leikskóla 18 mánaða. Og þá erum við að tala með fullri virðingu fyrir framtíðarsýn borgarfulltrúa Vinstri grænna, þá erum við að tala að vera með einhverja þjónustu aðra, ef við ætlum að hlusta á skoðanir foreldra að einhverju leyti, frá 6 mánaða upp í 18 mánaða, eitthvað annað en leikskóla. Það eitthvað sem við þurfum að ræða. En svo ég fari aftur í þessa hugsun okkar 2006, að þá endurspeglaði hún mjög vel að hafa mjög ólíka og marga valkosti fyrir foreldra. Og úr því varð þetta ungbarnaleikskólakerfi sem hefur verið mjög í umræðinu undanfarna daga og mjög vont mál það, og við ætlum ekki að ræða það hér held ég í dag. En þar vorum við að reyna að leitast að gera verðmiðann sem foreldrar voru að borga sambærilega. Við greiðum minna niður með ungbarnaleikskólum og þeir eru sjálfstætt en þeir geta vel verið borgarreiknir ef einhver kýs að byggja svona kerfi upp borgarreikið. En verðmiðinn hærri af því að hann á að vera samanburðarhæfur við dagforeldrakerfið. Það eins og mikill munur á milli hvað borgin borgar. Hún borgar dagforeldrum 40.000–50.000 eftir stöðu foreldra á mánuði með barni, en 120.000 með barni í ungbarnaleikskóla. Þannig að þið sjáu að það mjög mikil dreifing á fjármunum í þessu líka. En aftur að stöðunni í dag, þá erum við að horfa á að börnin sem fara inn í leikskólakerfið eru eldri núna heldur en þau voru. Bæði vegna hagræðingar og vegna, eins og Oddný Sturludóttir kom inn á, vegna þess að það búin að fara fram barnasprengja.
Það fæddust 2012 4.500 börn á Íslandi. Við eigum svona held ég 30–40% af þeim hópi. Og það er engin smá aukning. Það voru 5% aukning þarna 3 ár í röð ef ég man rétt. Við erum með óskýra valkosti og það er eitthvað sem við gætum farið að laga einhvern veginn saman. Reynt að skýra þessa valkosti fyrir foreldrum betur. Við erum með of fáa valkosti. Að mínu mati þurfum við að skoða fleiri valkosti og ég hef reifað þá hugmynd að reyna að fá fyrirtækin sem eru með nótt fermetra aukalega, flest öll í dag, hvort að þau geti hýst þessa fínu tvennu dagforeldra. Og ég ætla að fá að hrósa núverandi borgarstjórn fyrir að ýta úr vör þessum verkefnum með dagforeldrum og þeim hefur fjölgað svona saman. Ég held að það hafi verið frábært. Þetta er eitthvað sem við unnum að og töluðum á kjörtímabilinu á undan en gerðist lítið í og það var mjög erfitt að fá dagforeldra til að vinna svona saman en það hefur breyst mikið. En svo höfum við líka hort á stytt fæðingarorlof og við vitum öll ástæðurnar á því og að feður taka minna fæðingarorlof. Þannig að allt þetta leggst á eitt við að lengja þessa biðlista alla. Þetta eru mjög margir þættir og þá kemur svona að þessum fíl í salnum hérna sem að má kannski ekki tala of mikið en það er að við eigum ekki fyrir þessu. Við bara höfum ekki efni á að byggja yfir eins og þetta er góð framtíðarsýn og skemmtileg hugmynd sem við getum öll hoppað á og ef við ættum nóga mikið af fé inn á reikningi borgarinnar. Við höfum ekki efni á að laga þökin í Árbæjarskóla og laga lóðir í leikskólum borgarinnar. Og hvað þá að byggja 6–7 leikskóla á 300 milljónir hvern? Eða bara eins og Sóley fór hérna yfir aðeins tölurnar sem ég ætla að fá að rengja hérna formlega. Hvert barn 1 árs og eldri kostar 1.779.000 á ári frá hendi borgarinnar. Þá er eftir að koma peningar frá foreldrarnu. Þetta eru 2011 tölur, þannig að þetta er orðið ennþá dýrara í dag. Og þetta eru sirka 3 milljarðar ef mér reiknast rétt fyrir þá sem við höfum eftir að byggja yfir. 3 milljarðar. Og við eigum þá ekki til. Og þá segi ég, reynum að sameinast einhvers konar framtíðarsýn, þangað til að sjóðurinn fitnar aðeins og við fáum meiri peninga einhvern veginn til þess að fjárfesta í þessu góða og göfuga máli. Reynum að sameinast að fjölga þessum úrræðum. Reynum að sameinast að hækka aðeins niðurgreiðslurnar til dagforeldrana þannig að fleiri komi til starfa. Reynum að sameinast í að tala við fyrirtækin í borginni til þess að byggja fleiri valkosti. Aftur, þeir sitja uppi með fullt af húsnæði sem við gætum auðveldlega breytt í þjónustúrræði fyrir yngri börnum. Og foreldrarnir á staðnum. Það hljóma nú ekki illa í mín eyru. Reynum að sameinast einhvers konar óperstyrki. Ég er tilbúin til þess að ræða eitthvað annað en þjónustutrygginguna en getur verið að fullt af foreldrum getur hugsað sér að þiggja sömu niðurgreiðslu og með barni til dagforeldra til að finna sitt eigið úrræði. Og það er alveg hægt að setja eitthvað reglur það. Fáum fleiri dagforeldrar til að vinnast 2 og 2 saman. Og svo lokum, smá svona sprengja. Eigum við að stytta grunnskólanum 1 ár og fá 1 ár inn í leikskóla. Ég veit. Ég meina það er alveg hægt að hugsa út fyrir kassan. Það er verið að tala þetta alls staðar í dag. Ég seti þetta fram hérna óábyrgt og ekki mjög vel hugsað en þetta er mjög einföld leið til þess að hjálpa okkur við að leysa þennan brýna vanda. En framtíðin er ekkert svört að þessum leyti. Ég held að við séum öll sammála, öll 15 að það þurfa að laga þetta mál. Og við getum alveg axla ábyrgð og það er rétt hjá Sóleyju Tómasdóttur borgarfulltrúa að setja þetta á dagskrá. Það er komið tíma að gera nýja stefnumótun og nýja áætlun uppbyggingu en höfum í huga valkostirnir þurfa að vera margir, sjónarmiðin eru ólík og einstaklingarnir sem þiggja þjónustuna eru líka ólíkir. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég nú byrja á að segja að mér þykir í alvörunni vænt að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir skuli dálítið eiginlega viðurkenna að þjónustutryggingin hafi kannski ekki alveg verið málið. Það er alveg svolítið þannig að
borgarfulltrúinn virðist hafa áttað sig á því að þarna eru allavega femínísk rök sem að ber að taka tillit til og mér finnst eins og hún hafi gert það. Og það er bara frábært, batnandi fólki er best að lifa og ég er alveg til í að ræða það hvort einhverjur au-pair-styrkir geti komið til greina en það er algjört aukaatriði. Nú, það sem ég langaði til þess að benda borgarfulltrúanum á aftur á móti er vegna þess að það er verið að tala um að sumir foreldrar vilja 18 mánuðinn og sumir vilja 12 mánuðinn og sumir vilja 6 mánuðinn og svo framvegis. Málið er, og það sem að borgarfulltrúinn ætti að vita sem að talar og best fyrir frelsi einstaklingsins og vali er að ef að fólk, og það væri rosalega fínt að borgarfulltrúinn myndi hlusta á það sem ég er að segja núna, ef að fólk vill hafa raunverulegt val og ef að það á að hafa það þannig að foreldrar hafi hér frelsi til þess að velja, þá verður borgin að bjóða upp á valkost. Öðruvísi er ekkert val. Í dag er ekkert val. Foreldrar fara til dagforeldra. Það er ekkert annað í boði. Ef við viljum að fólk geti valið, þá verðum við að bjóða upp á borgarrekna leikskóla sem valkost. Hann þarf að vera í boði fyrir 6 mánuði, í boði fyrir 18 mánuði, í boði fyrir 12 mánuði og svo getum við þá kannski bara treyst foreldrunum til þess að velja hvenær börnin hefja leikskólamenntun. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúar. Ég gæti farið í löngu máli yfir ágæti þjónustutryggingarnar. Það er ekkert sem ég sagði að þetta hefði verið vond hugmynd. Hins vegar er ég tilbúin á forsendum sátta að innleiða eitthvað til þess að bjóða upp á aukið valfrelsi foreldra í þessu þjónustu. Þá er ég tilbúin til þess að ræða við alla hér einhverja valkosti aðra en þessa. Ég er bara að segja þjónustutryggingin er ekki eitthvað heilagt, alls ekki. Og ég fagna því einlæglega, Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi, að þú sér tilbúin til að skoða eitthvað í anda þjónustutryggingarinnar. Og það er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við að svara andsvari og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja á því að segja hvað mér finnst gleðilegt að vera að byrja aftur fundi hér í borgarstjórn og satt best að segja að þá var ég fann að hlakka til að fara að mæta á borgarstjórnarfundi aftur og sem að er bara gott. Mér finnst þetta yfirleitt bara fínir fundir hjá okkur og málefnalegir og góðir. Það var nú eina tíð þannig fyrir mörgum árum þegar ég byrjaði hérna. Þá fannst mér þetta kvíðvænlegir fundir en það hefur breyst og ég veit ekki hvort að það er ég sem hef bara breyst og þroskast og lært eða hvort að einhvern veginn eitthvað hérna hefur breyst líka, ég veit það ekki alveg. En kannski blanda af hvoru tveggja. Kannski jú líka við náttúrulega erum öll svona fann að þekkjast betur, við þekkja hvert annað og læra inn á hvert annað og eftir því náttúrulega sem fólk kynnist betur þessu auðveldara á það yfirleitt með að tala saman, það er þó ekki algilt. En við ræðum nú leikskólamál og mér langar að taka þeim borgarfulltrúum sem hér hafa talað og
málin hafa verið mér ákaflega hugleikin alla tíð. Náttúrulega fyrst sem barni og svo sem foreldri og nú síðast sem borgarstjóra. Þegar ég var krakki, eða þegar mín kynslóð var að vaxa úr grassi, þá var lítið framboð af leikskólum og börn, það var svolítið bundið þá við hverfi og svona sérstakar aðstæður. Ef einhverjar sérstakar aðstæður þóttu mæla með því að barn þyrfti nauðsynlega að komast á leikskóla, þá gat það fengið þar inni. Og ég var nú svo heppinn að vera einn af þeim börnum sem komst inn á leikskóla og það var fyrir meðmæli frá barna- og unglingageðdeild Landspítalans. En það þurfti einhver sérstök haldbær rök fyrir því að koma barni á leikskóla. Annars voru róluvellir látnir duga og ég eyddi mörgum dögum á róluvöllum Reykjavíkurborgar og hafði svo sem það var náttúrulega ekki, það var margt gott fólk sem vann á róluvöllunum, en það var svo sem ekki mikið uppbyggilegt eða faglegt starf í gangi þannig séð. Maður var svona meira og minna svona upp á sjálfan sig kominn og maður fékk að koma inn í skúr og kannski fá þurra vettlinga og sykurmola og svo bara aftur út að leika sér. En það eru ýmsar svona, ég ætla kannski aðeins að fara eins og mín von og vísa, kannski að fara úr einu í annað. Og svona út frá punktum sem ég hef tekið niður bara hér þar sem hafi liðið fundinum. Svona að snerta á þessu máli frá honum, snerta misjafnlega fleti á þessu máli. Til dæmis, já, og síðan þegar ég byrja sjálfur að eignast börn og fer að koma þeim á leikskóla og þetta sem að allir foreldrar kannast við sem að þurfa að koma barni á leikskóla, að það getur verið stundum svolítið stríð og maður veit ekki hvenær barnið kemst inn og svo framvegis. Það er svona, maður býður oft í von og óvon það hvort að maður fái pláss eða ekki. En reynsla mín af því að hafa börn, nú á ég 5 börn og þau hafa öll verið á leikskólum. Þau hafa verið á leikskólum sem hafa verið reknir af hinu opinbera, bæði Reykjavíkurborg og svo út í Svíþjóð og svo hafa þau líka verið á hinum svokölluðu, eða ekkert á einhverjum af hinum svokölluðu einkareknu leikskólum. Og reynsla mín svona almennt af leikskólum og leikskólastarfi hefur verið mjög jákvæð og ég hef líka orðið þess áskynja að leikskólastarfi fer mjög hratt fram. Það er að segja metnaður og fagmennska og umhyggja og ummönnun á leikskólum og starfi með börnum fer sífellt fram. Og börnin mín hafa í gegnum tíðina mjög gjarnan komið mér á óvart með eitthvað sem að þau hafa lært í leikskóla. Þannig að svona mín persónulega afstaða til þess hvort
hvort að leikskólar eigi að vera og tala nú ekki ungbarnaskólar eigi að vera reknir af hinu opinbera eða af einkaaðilum. Ég er ekki viss það. Ég er ekki alveg búinn að fastmóta mér skoðun á því. En ég held að sko varðandi og kannski í ljósi nýafstaðinna atburða að þá skiptir held ég höfuðmáli hvernig staðið að eftirliti með starfsemi skóla, með ungbarnaskóla og ég held að það sé kannski mál sem að við borgaryfirvöld þurfum að taka svona kannski skoða betur hvernig staðið að því núna og hvernig má bæta það eftirlit. Mér finnst eðlilegt í mjög víðu samhengi að allir eigi rétt á plássi fyrir börnin sín á leikskóla að loknu fæðingarorlofi. En eins og borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kom réttilega inn á í sínu máli, þá þetta líka spurning fjármögnun og spurning hvort að við okkur kannski langar til að gera eitthvað en það er bara stundum þannig að maður hefur ekki efni á að gera það, þó mann langi eða telur sig ekki hafa efni á því. Síðan það við höfum í þessum meirihluta eða þessu kjörtímabili lagt nokkra vinnu í að reyna að finna leiðir til þess að standa öðruvísi að fjármögnun og við hefum til dæmis lagt mikla vinnu í að skoða möguleika á tekjutengingu leikskólagjalda. Það er að segja að það gjald sem að foreldrar eru að borga fyrir leikskólaplássið sitt sé tengt þeim tekjum sem að foreldrarnir eru með. Og niðurstaðan sú að þetta mjög ill framkvæmanlegt margra hluta vegna og hefur þar af leiðandi ekki verið ráðist í þetta að svo stöddu, en ég tel það vera eina af skyldum borgaryfirvalda að leggja sig fram að tryggja jöfnuð og jafnrétti í samfélaginu eins og frekast kostur. Þannig að þegnar samfélagsins, borgarbúar, hafi jafnan aðgang að þjónustu eða hvað á maður að segja, jafnan möguleika á að uppfylla drauma sína og ná lífsfyllingu óháð efnahagslegum eða þjóðfélagslegum aðstæðum sínum. Og þarna þarf, og held ég kannski það sem verið að reyna að gera, að reyna að búa til einhvers konar jafnvægisreglu þarna á milli sem að deilir jafnrétti jafnt til allra. En það
það er mjög flókið útfærsluatriði, það sem einum finnst rétt finnst öðrum rangt og til dæmis eins og varðandi það sem ég var að segja áðan leiðir til tekjutengingar að það eru ekki allir sammála því að annars vegar ekki sammála því að slíkt ætti að gera og aðrir eru alls ekki sammála því að slíkt væri ómögulegt að gera. Síðan varðandi þessa hugmynd styttingu grunnskólanáms 1 ár, ég sammála því og mér finnst að það sé eitthvað sem við ættum að skoða og kannski halda á lofti þeirri umræðu. Og svo tengist þetta náttúrulega við stöndum náttúrulega ákveðnum umbrotatímum. Það er komin hér ný ríkisstjórn sem að bráðlega mun hefja störf og það eru uppi háværar raddir það og þær verða háværar og háværari í skólasamfélagi, í foreldrasamfélagi, hjá þjóðfélagsrýnum og ýmsum spekulöntum úr hinum ýmsustu áttum að skólakerfið, og ekki bara skólakerfið hérna á Íslandi, heldur bara hreinlega allt hið vestræna skólakerfi, þarfnist mjög rækilegrar endurskoðunar og það þurfi að taka það svolítið í gegn og það náttúrulega mjög gott tækifæri að fara út í slíkar endurskoðunar aðgerðir þegar að við einmitt erum að spá í peninga, að það sé hægt að ná fram góðum gæðum fyrir minni pening, það er að segja með hagræðingum. Og það getur alveg farið saman og ég hef nú varið slíkt hér nákvæmlega á þessum stað. Varðandi og þetta er náttúrulega bara varðandi til dæmis hluti eins og dönskukennslu. Ég ætla ekki að fara út í það kannski hér, en varðandi fyrirspurn Sóleyjar Tómasdóttur út af þessari tillögu sem kom fram hér í borgarstjórn fyrir tæpu ári síðan til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla og hina nýsamþykktu stefnu borgarinnar Blíð byrjun og sem sagt af hverju þetta mál hefur tafist og tekið svona langan tíma, þá var náttúrulega vinnunni vísað inn á SFS og síðan úr SFS inn í borgarráð og ég held satt best að segja að vinnan hafi það að ekki hafi verið farið af stað í formlegar viðræður við ríkið hafi verið, held ég, út af kosningum vegna þess að kosningar nálguðust og menn hafi verið að bíða fram yfir kosningar og það þykir víst ágætis regla í opinberri stjórnsýslu að vera ekki að gera samninga við ríkisstjórnir sem að hugsanlega er að fara frá, því að þá þurfum við ofta að byrja bara á núlli með næstu ríkisstjórn. En ég hef sem sagt
nú þegar að nýr menntamálaráðherra hefur tekið til starfa þá hef ég skrifað erindisbréf og óskað eftir því formlega að viðræður muni hefjast á milli Reykjavíkurborgar og menntamálaráðuneytisins. Þannig að ég tel að ég harma að þetta hafi dregist svona fram úr hófi, en ég vona að þessi vinna geti hafist nú mjög fljótlega. Og annars þakka ég bara fyrir góða umræðu og ítreka það, gaman að vera með ykkur hérna aftur og sjá framan í ykkur og takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir orð borgarstjóra að það er gaman að sjá alla borgarfulltrúa mæta hressa og sprækka til leiks að loknu sumarleyfi. Og það er vel við hæfi að byrja umræðu þessa vetrar á umræðum dagvistun og leikskólamál. Þakka fyrir þær umræður sem hér hafa farið fram. Nú, ég vildi aðeins upplýsa í framhaldi af orðum Sóleyjar Tómasdóttur borgarfulltrúa, útleggingu hennar byltingu í leikskólamálum í Reykjavík, dagvistarmálum, hvenær að sú bylting hafi átt sér stað. Þá vil ég bara koma að framfæri vegna þess að ég veit að þessi borgarfulltrúi vill hafa það sem sannara reynist, að það er svolítil mýta að það hafi orðið gífurleg bylting í leikskólamálum og hún hafi hafist með valdatöku R-listans árið 1994. Vissulega vann Reykjavíkurlistinn að mörgu leyti vel að leikskólamálum, en ef hægt er að tala byltingu í þessu samhengi, þá held ég að hlutlausir sagnfræðingar og tölfræðingar sem myndu fara í þessi mál, þeir myndu komast að raun það að þessi bylting hefði hafist allnokkur fyrr. Ég held að það sé ekki deilt það að bylting hafi átt sér stað í málaflokknum á undanförnum áratugum, en ég held að þróunin hafi verið hafin allnokkru fyrir árið 1994. Eftir vill var hér líka alþjóðlega þróun að ræða. Ef við setjum Ísland í Norðurlandasamhengi, þá hefði kannski kom þessi þróun, var þessi þróun eilítið seinna á Íslandi heldur en í nokkrum Norðurlandana, en ef við skoðum þetta í evrópsku samhengi, þá má segja að Ísland og Reykjavík hafi þá mörguleyti verið á undan. En svo við lítum bara á Ísland sem slíkt, þá getum við bara sagt að þetta hafi verið þróun. Ég veit ekki hvenær á að setja upphafspunktinn, en ég held að allir sanngjarnir menn hljóta að viðurkenna að það urðu miklar framfarir hér í dagvistunarmálum, leikskólamálum á 9. áratugnum, og átti svo þróun í rauninni við flest sveitarfélög á Íslandi. Þetta sér maður til dæmis bara maður skoðar gögn frá sambandi sveitarfélagi þar sem þetta er borið saman eftir sveitarfélögum. En ef við horfum aðeins, ef maður fer aðeins yfir tölfræðina að þessu leyti, vegna þess að ég veit að margir borgarfulltrúar trúa því sem er búið að endurtaka hvað eftir annað við mörg tækifæri að leikskólamál og dagvistunarmál hafi öll verið í kaldakoli í Reykjavík þangað til R-listinn náði völdum hér árið 1994. Svo maður nefnir tölfræðina, þá voru tæplega 3000 börn í leikskólum Reykjavíkurborgar þegar valdaskeið sjálfstæðismanna hófst árið 1982. Þegar sjálfstæðismenn skiluðu af sér í hendur R-listans árið 1994, þá voru 4910 börn í leikskólum. Þannig að á þessu ef við tökum þessi 3 kjörtímabil saman og segjum að þetta hafi verið 12 ára valdatímabil, þá
það hafi orðið 65% aukning á þessum tíma ef við tölum fjölgun leikskólarýma í Reykjavík, 65% aukning á valdatíma sjálfstæðismanna. Og ég hygg að ýmsir sem kannski fara yfir þessi mál með hlutlausum augum, þeir myndu kalla slíkt byltingu. Sum myndu kalla byltingu, við getum kannski bara sagt að stjórnmálamenn á þessum tíma hvar í flokki sem þeir stóðu, þeir hafi bara verið að svara ákalli almennings aukna þjónustu, þetta hafi verið alþjóðleg þróun eitthvað slíkt. En sem sagt leikskólaplásunum eða leikskólarýmunum fjölgaði semstu tæplega 2000 á 12 ára valdatíma sjálfstæðismanna. Og svo þegar R-listinn tók við, sem hann svo sannarlega gerði árið 1994, komst hér meirihluta, þá voru, eins og áður sagði, 4.900 börn á leikskólum. Þegar hann lét af öldum árið 2006 voru þau 5.870. Leikskólarýmunum fjölgaði því 19,5% á þessu 12 ára valdaskeiði R-listans. Þeim fjölgaði 960 hjá R-listanum og eða tæplega 2000 hjá sjálfstæðismönnum og í prósentum 65% aukning hjá sjálfstæðisflokknum, 12 ára valdaskeiði hans, 19,5% aukning á næstu 12 árum þar á eftir. Auðvitað vitum við að svona tölfræði, svona prósturreikningur og slíkt, þetta segir ekki alla söguna, en það algjörlega ljóst að valdatíma sjálfstæðismanna fjölgaði börnum á leikskólaaldri stöðugt, fjölgaði mjög mikið. Og það má líka nefna það að á valdatíma sjálfstæðismanna í borginni þá fjölgaði börnum á leikskólaaldri í borginni gífurlega. Bara demografían var þannig í borginni, börnum á leikskólaaldri fjölgaði gífurlega. Á valdatíma R-listans gerðist það hins vegar að þetta snerist pínlítið við, þá fækkaði börnum á leikskólaaldri eða stóð í stað eða fækkaði nokkur hundruð. Þannig að aðstæðurnar voru vissulega misjafnar. Nú ef við tökum hins vegar Ef við tökum dvalarstundirnar, þetta hérna alltaf töflu, það kannski aðra óstöðun að lesa þetta upp, að dvalarstundum fjölgaði líka mjög mikið á valdatíma sjálfstæðisflokks sem reyndar líka hjá R-listanum. Og ég held að sé óþarfi þessari umræðu að reyna að koma heiðrinum á eitthvað ákveðið pólitískt afl að þessu leyti og taka þá heiðurinn væntanlega af öðrum, koma því inn hjá fólki að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekkert gert í þessum málum, svo hefur R-listinn komið og gert allt í þessum málum. Ég held að sé ekki þannig. Auðvitað var það þannig að þegar sjálfstæðisflokkurinn var í völd og það fjölgaði hér leikskólarýmum, þá var það gert með fullum stuðningi vinstri flokkana hér í borgarstjórn og á sama tíma þegar R-listinn komst í meirihluta og hélt áfram að fjölga leikskólarýmum, þá var það líka gert með fullum stuðningi sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórn. Þannig ég held að ef það fer yfir þetta, þá getum við bara sagt að það var hér þróun, það verður hér mikla breytingar á dagvistunarmálum, kannski sérstaklega 8. og 9. og sem sagt 9. og 10. áratugi síðustu aldar, þá verður mikla breytingar. Ég held að sé alveg hægt að tala um byltingu. En ég held að flestir ef ekki allir flokkar hafi rauninni átt eitthvað hlut þar að máli og óháður aðili sem myndi skoða fjölgun leikskólarýma á tímabilinu, fjölgun dvalarstunda, hann myndi svo algjörlega sannfærast það að þessi bylting hafi verið hafin áður en R-listinn komst í valdastöðu árið 1994. En nóg það, svo getum við deilt það hvað hefur gerst hérna síðan. Ég er auðvitað ekki sammála Sóleyju Tómasdóttur borgarfulltrúa það hafi ekkert gerst í leikskólamálum síðan 1994. Ég held að hafi ýmislegt gerst. En þetta er auðvitað málaflokkur sem við þurfum að hafa til stöðurar umfjöllunar og reyna að bæta eftir megni. Og ég held að ég geti algjörlega bara bent á einn punkt sem ég held að sé þá í andstöðu við það sem þegar því haldið fram að það hafi ekkert gerst í leikskólamálum eftir 1994. Ég hygg að við getum öll verið sammála um það að það hafi faglegu grettistaki verið lyft í leikskólamálum á þessum tíma, á síðustu 10-20 árum. Mikil orka fór auðvitað á sínum tíma í fjölgunina og að veita aukna þjónustu, fjölga leikskólarýmum. Það er alveg þekkt í uppbyggingu opinberra þjónustu að þegar miklir kraftar fara í uppbyggingu þá geta menn ekki sett jafn mikið kraft í innra starfið, faglega starfið eins og þeir vildu. Að mörguleyti held ég þó að það hefur tekist hjá Reykjavíkurborg og ég tel að þegar að hægði á þessari uppbyggingu, kannski á síðustu 10 árum eða svo, þá
þá hafi grettistaki verið lyft í innra starfinu í leikskólanum, þessu faglega starfi. Þannig að ég treysti mér algjörlega til að halda því fram hvar og hvenær sem að Reykjavíkurborg eitt af forystu sveitarfélögum í heiminum í leikskólamálum. Menn eiga að fara varlega í að fullyrða þegar menn að tala opinbera þjónustu að þetta hitt sé best í heimi. Ég ætla ekki að fullyrða að við séum best í heimin. Ég alveg viss að við erum mjög líklegt að sem sveitarfélag eða kannski sem land þá geti Ísland verið hreykið af framistöðu í leikskólamálum og við séum að minnsta kosti í fremstu röð. En það þýðir auðvitað ekki það að það sé allt í himnalagi og hér megi margt bæta. Að undanförnu þá höfum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins farið í heimsóknir í marga leikskóla hér í borginni, einkum í Grafarvogi og í Breiðholti, skoðað leikskólana, kynnt okkur starfið, hitt börnin, hitt starfsmenn, hitt foreldra og ég held ég tali fyrir munn okkar allra þegar ég segi að þetta með ánægjulegustu verkum sem við sinnum sem borgarfulltrúar. Það að fara svona algjörlega út í framlínuna og sjá þessa þjónustu og kynnast henni af eigin raun og í langflestum skólunum sem við komum í þá heilluðust við að vinna góða starfi og mikilli fagmennsku sem þar fer fram. En það fór ekki hjá því líka að við fengum að heyra frá starfsmönnum eðlilega hvað betur mætti fara. Og það er alveg greinilegt á mörgum starfsmönnum í leikskólanum að þeim finnst þeirra störf ekki metið nægilega að verðleikum og þá auðvitað verið að tala launamál, það er líka verið að tala hið svokallaða neysluhlé, skerðing á kjörum leikskólakennara sem varð með skerðing á greiðslu vegna neysluhlésins svokallaða. Það er greinilega mikil sorg út af því máli ennþá í leikskólanum og þar svo sem ekki að koma á óvart. Það er líka mikið talað starfsaðstæður. Víða eins og við þekkjum hefur börnum verið fjölgað á leikskólum og þá hefur þurft að fjölga starfsmönnum en þess hefur ekki verið nægilega gætt að sama skapi að bæta vinnuaðstæður starfsmanna. Þannig að víða er fólki þröngur stakkur sniðinn þegar það kemur að, segjum bara þegar fólk þarf að sittast niður og fá sér kaffi, þegar kemur að húsnæði kaffistofu, skrifstofur starfsmanna, undirbúningsherbergi kennara, skrifstofur leikskólastjóra og aðstofaleikskólastjóra og að óglemdri sérkennslunni sem er mjög vaxandi innan leikskólans. Víða er pottur brotinn og hefur ekki tekist að skapa nægilega góða aðstöðu fyrir hana. Og þetta þurfum við borgarfulltrúar auðvitað að hafa í huga. Fyrir nokkrum árum þá sáu menn fyrir sér á nokkrum leikskólum að þar er byggt við. Eins og við vitum þá hefur flestum slíkum byggingaráformum verið slegið af frest vegna stöðu borgarsjóðs og ýmissa mála hjá okkur, þannig að fólk hefur þurft að gera sér það góða sem það hefur og það er alveg ótrúlegt að sjá rauninni hve mikla útsjónarsemi leikskólastjórar sína þegar þeir skipuleggja sitt húsnæði og hvað það er vel notað. En síðan er líka stórt mál sem ég held að þurfi að taka fastari tökum og það eru viðhaldsmál. Það eru viðhaldsmál leikskóla. Það verður bara að segjast eins og að í mörgum leikskólum, þá ekki síst í Breiðholti, þar hefur viðhaldið verið vanrækt árum saman og það eru fjölmörg dæmi þess að hlutir sem við borgarfulltrúar höfum oft rætt að megi ekki vanrækja vegna þess að það valdi þá meiri kostnaði seinna meir, að slíkir hlutir eru vanræktir. Og þarna verðum við að forgangsraða öðruvísi. Auðvitað hafa allir borgarfulltrúar tekið þátt í því sjálfu sér að fresta viðhaldsverkefnum svona eins og kostur er og það getur gengið í einhver tíma, einhver misseri eða einhver ár. En það þýðir að sjálfsögðu ekki það að við viljum horfa upp á húsnæðið okkar sem gegnir þessari mikilvægu þjónustu grotna niður. Bæði er það bara beint fjárhagstjón fyrir borgina að láta húsnæði skemmast þannig að það verður dýrara að gera við að seinna meir.
En það ekki síður mikilvægt mál að láta börnin okkar ekki og börn borgarana ekki vera í húsnæði sem í slæmu ásigkomulagi vegna viðhaldsskorts og viðhaldsleysis. Við vitum að það hefur bara ekki holl áhrif á börn að vera í húsnæði sem að grotna niður og það viljum við hvorki bjóða borgarstarfsmönnum né börnum í borginni. Eitt stingur sérstaklega í augu á leikskólalóðum. Það er að leiktækin sem eru auðvitað gífurlega mörgar lóðir í borginni, að þau eru ekki máluð. Nánast undantekningarlaust á þeim leikskólalóðum sem við höfum heimsótt hefur ásigkomulagi leiktækjanna verið ábótavant vegna þess að það er bara eins og þau hafi ekki verið máluð of lengi og sumir að hruni komið vegna þess. Mörg eru fúin, það er vegna þess að það verið mannrækt að mála. Þetta held ég sé mikilvægt að taka til umfjöllunar og reyna að bæta úr sem fyrst, og ég held að þetta sé eitt af þeim málum sem í sjálfu sér þurfi ekki að kosta mikla peninga. Í þessum heimsóknum okkar þá hef ég oft fengið þá spurningu af hverju unglingavinnan hafi ekki verið látin sjá þetta eins og gerðist víst árum saman. Þá komu vinnuflokkar á vegum unglingavinnunar eða bæjarvinnunar sem svo eru kölluð, komu og máluðu þessi leiktæki og þeir sem eru í þessum vinnuflokkum er ekki á háum launum og málningin er auðvitað ekki dýr og þessu var sameiginlega vel við haldið. Það að þetta viðhald sé ekki í lagi held ég að sé ekki ákvörðun sem neinn hafi tekið. Ég trúi því ekki að þetta sé ákvörðun sem einhver hafi tekið að spara þetta vegna þess að ég sé ekki fyrir mér að það sparist svo mikið við þetta. Ég er hræddur að þessi verklíður hann hafi einhvern veginn frekar lent á milli skips og bryggju í borgarkerfinu. Einhver í borgarkerfinu hafi hætt að sinna þessu væntanlega þá í trausti þess að einhver annar taki við keflinu, en svo hefur ekki reynst þannig. Þetta er eitt mál sem ég held að sé mjög gott bara fyrir borgarstjóra að taka á. Hér er að hlusta á þetta vonandi og við getum líka bara rætt þetta í borgarráði við tækifæri. Þetta er eitthvað svona dæmigert mál sem enginn tekur ákvörðun um. Ég held að enginn taki ákvörðun um það að hætta að halda við leiktækjum úti í leiktækjum í leikskólum borgarinnar, og þar var alltaf tillögu til að bæta úr. Þetta er bara eitthvað sem við eigum að kippa í liðinn. En þetta stingur í augu og ég hvet borgarfulltrúa sjálfsögðu til þess að fara og kynna sér starfsemi í leikskólanum í borginni. Við höfum lært af því mikið fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og teljum að sjálfsögðu aðrir hafi gott af því einnig. Nú hér er við tækt á þessum málum varðandi þessi viðhaldsmál, varðandi þessi mál sem mikið er talað ábendingar sem við fáum í leikskólum borgarinnar. Og ég er viss það að ef við ræðum þessi mál oftar, þeir mættu gjarnan fá meira rými á fundum skóla- og frístundaráðs, þá er ég viss það að við getum bætt þetta starf ennþá meira, og það mun auðvitað bara skila sér í ánægðari börnum, ánægðari foreldrum og að sjálfsögðu betri borg. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og kæru borgarfulltrúar. Mér langaði að taka smá þátt í þessar umræðu. Mér finnst hún mjög mikilvæg og mér finnst hún geta snerti svo mikið það sem við þurfum að fara að gera og það sem við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvernig við getum gert betur. Ég er þeirrar skoðunar að það sé ekki við séum með of lokað kerfi þegar kemur að leikskólamálum og dagvistarmálum í Reykjavík. Við erum einhvern veginn að beina málunum í eina átt í að allir fari í borgarrekna leikskóla þar sem að vel er mannað af fagfólki
hús eru byggð sem kosta sitt og þetta allt mjög dýrt. Á meðan bíða aðrir í biðröð, ekki með neina þjónustu, enga bætur og verða einhvern veginn hálfgert út undan. Þannig að þetta einhvern veginn svona, þú ert annarkvort með lúxus og fær þá óbúslega mikla niðurgreiðslu með þér, en ef þú fær ekki neitt, þá situr þú bara upp með vandann. Og mér finnst þetta að vera vond stefna. Mér finnst okkur vanta einhvern veginn svona nýtt og breytt viðhorf gagnvart því að fleiri taki að sér að reka úrræði í þessum geira og við einhvern veginn komum til móts við þennan vanda sem hefur verið til staðar í 20 ár og lengur. Og mér finnst bara gaman að heyra það að borgarstjóri hefur ekki mótað sér skoðun, hefur ekki ennþá fastmótaða skoðun hvort sé betra borgaríkjakerfi eða einkaríkjakerfi. En það held ég að það sé heldur ekki hægt að tala hvort betra og hvort ekki nógu gott og eitthvað þannig. Ég meina það þarf bara fjölbreytni, foreldrum þykir misjafnt og við þurfum að mæta þessum misjöfnu þörfum og það gera ólíkir aðilar best. Það sem vantar í dag hins vegar ákveðið traust. Það að koma upp tilvik og sem við þekkjum öll og hefur nú verið gert til dæmis og önnur, þar sem að eftirliti hefur ekki verið sinnt nógu skilvirkan hátt með þeim sem taka til dæmis að sér rekstur leikskóla og með því móti verið að brjóta ákveðið traust sem þarf að vera til staðar ef að foreldrar eiga að geta treyst á það að þegar Reykjavíkurborg gerir samning við aðila að reka ákveðið úrræði að það fái það sama frá borginni og aðilar sem eru með börnin sín í borgarreknu kerfi. Það einhvern veginn algjör girðingan á milli og ég veit ekki hvað veldur en það að vissulega eitthvað svona þetta eitthvað viðhorfsmál. Og því var ágætlega lýst hjá ritstjóra Fréttablaðsins þegar hann var reyndar að skrifa annað mál. En hann orðaði grein sína þannig að hún gæti alveg eins hafa fjallað þessi mál. Og það var vér einir getum. Og nákvæmlega þetta attitútið eða viðhorfið sem við þurfum að glíma við hér. Það ekkert þannig að borgin sé best til þess fallin að gera alla hluti. Að opinberir starfsmenn séu best til þess fallin að gera alla hluti. Það sem við eigum að gera hér að byggja ramman og það eftirlit sem þarf að vera þannig að allir spili jafnir inn í ramman. Núna þetta ekki þannig. Þetta kerfi hampar ákveðnum hluta íbúa og öðrum ekki. Og þetta alrangt og kolvitlaust og ég skil ekki af hverju borgarfulltrúar hér í meirihluta vilja ekki skoða þetta betur. Hvorki þessum geira né í velferðarþjónustunni. Mér finnst eitthvað ótrúlega verið að draga lappirnar og verið að einhvern veginn loka augunum fyrir því að við getum gert svo miklu betur ef við hættum að hugsa alltaf eins og fyrir 40-50 árum. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar og aðrir góðir sem hér hlusta. Mér finnst ég knúin að þurfa að taka þátt aðeins í þessari umræðu. Rosalega góð umræða og þakka borgarfulltrúum Sólveig Tómasdóttur fyrir góða byrjun á þörfu málefni. Ég fann mér pínu knúna til að koma líka upp. Mér finnst þetta eins og við tölum hérna, þetta greinilega eitthvað sem búið að vera vinnað og allir eru í rauninni sammála hérna inn í salnum
og eins og borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir nefndi að þá erum við kannski síðan með ólíkar leiðir sem við viljum fara til að brúa þetta bil sem myndast milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. En ég fagna því að borgarstjóri talar hér að hefja aftur umræður við nýjan menntamálaráðherra. Mér finnst það mjög mikilvægt, jafnvel þótt að ekki komið endilega nákvæmlega það sem við viljum út úr því akkurat á næsta ári og þessa ári, þá ég þá samt sammála borgarfulltrúanum Sóleyju Tómasdóttur að það þarf að vera einhvers konar plan því þetta bil búið að vera lengi. Bilið ég nokkuð viss að ef hér hefði ekki orðið hrun, þá værum við komin aðeins lengra í þessum málum. Já, eða hvað? Ég samt ekki alveg viss. Nú fólk búið að nefna, við nefnum auðvitað dæmi oftur okkar eigin engalífi og 2007 byrjaði ég með mitt fyrsta barn hjá dagforeldri, búandi niður í miðbæ og dagforeldri var upp í Breiðholti. Þá geti pínu spurt mig hvort sem það var R-listi eða sjálfstæðisflokkur, en ég heiti bara Eva og í besta flokknum, hvort að af hverju var ekki verið að vinna eitthvað þá í þessum málum árið 2007 þegar það virðist hafa verið svo að peningar voru til. Þar finnst mér að pínu að megi horfa í sinn barm. Hins vegar vil ég bara segja að ég fagna því hvort sem það var R-listin eða sjálfstæðisflokkurinn, öll sú framþróun sem hefur orðið í dagvistunarmálum og ég held að allavega mamma mín segir alltaf að það ekki mjög langt síðan að það var þannig að börn komist inn á leikskóla 3-4 ára og við getum bara rétt ímyndað okkur hverjir voru þá heima með börnin. Jú, örugglega mömmurnar að mestu. Og einnig langar mig þó nota tækifærið að ég líka nokkuð viss að það voru mikið til mömmurnar sem voru í stjórnmálunum á þessum árum, þessum síðustu 20 árum eða hvað ég segja, sem vildu bæði breyta skilurum fyrir börnin sín og eins að geta komist út á vinnumarkaðinn og tekið þátt í stjórnmálum og svo framvegis. Og ég man það alltaf að það víst ekkert svo langt síðan að gert var rót í því að reyna að breyta til dæmis fundartíma hjá þeim sem starfa að stjórnmálum til að sem flestir getur tekið þátt. Þannig að þetta helst nú allt í hendur. Hér hefur verið talað blíða byrjun verkefni sem var lengi unnið að og skýrsla kom flott út og við veitum það eru til skýrslur mjög flott mál og þörf mál. En ég tel alveg að við að fylgja henni betur úr hlaði. Það vill svo til að ég fór einmitt og skoðaði svona fjölskyldumiðstöð í Bretlandi núna á dögunum. Þó var ég þá stödd þar til að kanna virkni og atvinnuúrræði og þá var það alveg ljóst að svona fjölskyldumiðstöðvar hafa mikinn áhrif á virkni og atvinnuþátttöku. Þannig að blíð byrjun ekki einungis úrræði fyrir vistun ungra barna, heldur þetta hluti af stóru mengi, myndi ég segja. Þannig að ég tel að, og ég nokkuð viss það að við í skólafrístundaráði ættum bara að taka það aftur aðeins upp, skoða hvaða skref við getum stigið enn framar. En við sem sitjum hérna núna erum með keflið núna. Það verður spennandi að sjá hvað fólk segir eftir 10 ár, hvort sem það verður talað meiri hluta Samfylkingarinnar og Besta flokksins eða hvernig það verður talað, en þá vona ég að það verður talað þannig að við séum komið skrefi lengra. Það var borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, og ég sem hélt að við værum ágætis spöl í þessari umræðu. Ég fór yfir það ágætlega, hélt ég í ræðu minni hvað var gert árið 2007. Þá kom fram að þáverandi meirihluta mjög metnaðarfull einmitt áætlun eins og borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir að leggja til að verði gert hér uppbyggingu og það voru 6 eða 7 ára fjárfestingar til þess að ná yfir það 1000 börn sem þá voru ekki með neina þjónustu eða voru að bíða eftir dagforeldri og voru í einhverju annarri þjónustu sem foreldrarnir sköffuðu. Það var mjög metnaðarfull áætlun, það tekist mjög harkalega úrræði sem hét þjónustutryggingin sem var baktryggingin á meðan þú fengið ekki neina, en framtíðarsýnin var svo að þjónustutryggingin yrði úrelt að sjálfu sér, þangað til að það væri komið nógu mikið af úrræðum.
Það hins að gerist eitthvað 2008 sem við þurfum ekki að ítreka hér og þar stöðvaðist allt, öll uppbygging og þess vegna hef ég ekki verið í þeim gírnum hér að segja að þið hafi ekki staðið ykkur í núverandi meirihluta við að byggja yfir þessu þjónustu. Þvert á móti er ég að segja hér að það sé búið að hækka aldur þeirra sem komin í leikskóla og það hefur verið á samaskapi ekki verið eins margir feður sem taka fæðingarorlof. Þannig að ég er hér ekki í þeim gír að setja mig í einhverja svona stellingar að það hafi ekki gengið nógu vel. Ég er hins vegar sammála því að við þurfum að fara að setja okkur aftur niður og skoða hvernig áætlun getur orðið og helst sameiginlega þannig að við getum unnið saman að því að leysa vandamálið. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, ég vil þá árétta að ég meina kannski ekki nákvæmlega að hlutinir hefði átt að gerast árið 2007, heldur kannski átti ég meira við það að árið 2007 að við hefðum ekki verið komið lengra á þeim tímapunkti. Það er að segja fyrir, ekki endilega á því það sem gerist árið 2007 og það sem kom í framhald af því, það er að segja 2008, heldur einungis að það hafði ekki verið búið að gerast þá bara með tilliti þess sem gerist á öðrum Norðurlöndum með ungbarnaleikskóla og svo framvegis. Þá er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, takk fyrir þá áréttingu. En þá fer ég aftur í það sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór aðeins yfir áðan, að það voru mjög miklir umbyltingartímar í leikskólamálum þar á undan. Það var mjög mikið fjárfest á öllu landinu í leikskólamálum. Það verður ekki af neinum dregið í því þó að R-listinn hafi að einhver hluta vegna eignast þann kaleg að hann hafi búið til leikskólapláss, þá er bara dvalarstundir að þeim fjölgar bara 70% á 5 ára fresti hjá mismunandi borgarfulltrúum með borgarstjórnum. Þannig að það er alveg á hreinu og ég tek ekki undir það með borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttur að hér hafi verið kyrrstaða, bara alls ekki. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú sé ég að fólk er að biðja um orðið. Ég ætlaði nú að þakka fyrir ágæta umræðu hér í dag. Ég held ég væri síðust á mælendaskrá en það verður þá bara komið ljós hvernig það fer. Mér langar samt ég ætla að bregðast til því sem hefur verið sagt. Ég vil fagna fyrirætlunum borgarstjóra að hitta menntamálaráðherra og vona að eitthvað komi út úr því og ég mun áfram fylgja eftir þeim samþykktum sem að við höfum hér í borginni, bæði frá skóla- og frístundaráði, borgarráði og borgarstjórn í þessum efnum og vona að við munum eitthvað þokast áfram á þessari leið. Kjartan Magnússon segir að ég hafi fullyrt að ekkert hafi gerst í leikskólamálum hjá borginni. Auðvitað er það ekki rétt og auðvitað hef ég aldrei sagt að ekkert hafi gerst í leikskólamálum hjá borginni, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég hef aftur á móti sagt að það hafi ekkert breyst varðandi það að börn yngri en 2 ára komast ekki inn á leikskóla. Það hefur ekkert breyst. Borgarrekna leikskóla. Borgin einsetti sér árið 1994 að taka á móti börnum 2 ára og eldri og það hefur ekkert breyst. Það hefur rosalega margt annað gerst og ég tók það fram í ræðu minni og borgarfulltrúin hefði verið að hlusta að það hefði ýmislegt gerst en borgarfulltrúin kaus að snúa út úr orðum mínum. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sagði að, og ég held að það sé nú kannski fáir jafn mikið ósammála og ég og hún hér í þessum sal, en hún sagði að það virtist vera stefna borgarinnar að steypa öllum í sama mótið. Allir ætti að fara í borgarrekna leikskóla. Ég kannast bara ekki við það og allra síst þessi börn, vegna þess að þessi börn fá alls ekki inni í borgarrekna leikskóla. Það er ekki einu sinni val um það. Þannig að það að segja að allir eigi að fara í sama móti og við séum að reyna að tala fyrir einhverja einsleitni hvað það varðar er bara einfaldlega ekki rétt. Það er ekki boði ef að fólk vill, eins og ég fór yfir áðan, frjálst val byggir á því að það séu valkostir. Ef að fólk vill borgarrekinn leikskóla fyrir barnið sitt áður en það verður 2 ára, þá er hann ekki boði. Ef við viljum frjálst val, þá bjóðum við upp á þetta líka. Nú, það er kannski rétt sem að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kom inn á hérna áðan að borgarbörn sem minnir að þetta hafi verið kallað, sem var kynnt hérna árið 2007,
var kannski svona það sem hefur komist næst stefnu í málaflokki, í þessum málum bara frá því að byltingin var, 94, svo ég haldi áfram að vísa í hana. Það aftur á móti náði aldrei til barna yngri en 2 ára. Það varðaði bara þann mikla vanda sem blasti við borginni þegar að börn 2 ára og eldri komust ekki inn á borgarrekna leikskóla. Og við gátum ekki staðið við þau fyrirheit sem við höfum þá stefnu sem við höfum þó samþykkt. Það má vel vera að það hafi verið eitthvað dagforeldrakerfi, en það var ekkert það að borgin tæki á móti yngri börnum heldur en nú er. Og auðvitað voru þarna alls konar umdeild atriði eins og við höfum farið yfir áður. En á öðru leyti þá vil ég bara þakka fyrir þessu umræðu. Ég er ekkert sérstaklega vongóð. Ég var að vona að það yrði kannski aðeins betur tekið í það sem ég hef verið að segja. Ég vil enda að þakka borgarfulltrúa Eva Einarsdóttur sem hefur verið svona hve mest afgerandi í þessum efnum og bind vonir við að borgarstjóra verði eitthvað ágengt í viðræðum sínum við menntamálaráðherra. En að öðru leyti bara einsetja mér að fylgja þessum málum en frekar eftir í vetur. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við ræðu sína, þá að 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá það fyrst Áslaug borgarfulltrúi Ásfríður Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Ég ætla nú líka bara að byrja því svo ég gleymi því ekki að þakka fyrir þessa umræðu. Ég held hún sé afar mikilvæg og við þurfum að ræða hana mun betur og ekki bara hvað þessi mál varðar, heldur bara hvað rekstur borgarinnar í svona þjónustu varðar, bara heildina litið. Já, ég hef áhyggjur af því, eins og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir að benda á, að við séum að velja of einsleita stefnu. Við erum að velja það að halda áfram að reyna að teygja húsið yfir alla sem að bíða í stað þess að gera okkur grein fyrir því eins og kannski hún gerir, að því hún er að hefja þessar umræðu og kallar síðustu að við höfum verið hér í einhvers konar stöðnun frá því fyrir 20 árum síðan. Það hafi ekkert gerst og það getur verið að sé eitthvað til í því vegna þess að við höfum ekkert endurskoðað hvernig við þurfum í raun að breyta kúrs. Það er ekki lengur og verður ekkert hægt í næstu framtíð að byggja upp svona dýr úrræði eins og við rekum nú fyrir alla borgarbúa og börn í borginni. Það bara verður ekki hægt. Við skulum bara gera okkur grein fyrir því strax og fara að undirbúa framtíðina. Það er bara skrítið að sitja hérna og ætla ekki að taka þátt í því. Og það eitt af því sem að ég er þá að meina er að við förum að skoða hvort það sé ekki kominn tími til þess að fara að endurskoða það að hluti borgarbúa fái lúxusþjónustuna en hinnir sitja eftir. Ég kalla það ekki fjölbreytni í þjónustu, heldur bara ótrúlega lítið og ótrúlega mikið metnaðarleysi til þess að reyna að auka fjölbreytnina og kalla eftir því að við förum að tala eins bara að einhverju viti í þessum málum. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Má bjóða þér að svara ef þú vilt? Nei? Þá má bjóða Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúa Sólveigar Tómasdóttur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur þessi fjölmörgu tækifæri til að tala þetta fína verkefni 2007 og ætla að rifja upp í stuttu máli að málið snerist það að byggja yfir þá sem höfðu enga þjónustu og þeir sem höfðu ekki þjónustu á meðan byggt var fengu svokallaða þjónustutryggingu ef við báðum. Þar með er ég að skýra út að þetta var einmitt fyrir þau börn sem voru ekki komin í leikskóla. Áætlunin fól í sér að fjölga ungbarnaleikskólunum sem það hugtak var ekki til fyrir þann tíma. Talandi að einhverjar breytingar hafa verið gerðar á kerfinu. Ungbarnaskólarnir eru núna 5 eða 6 og það náðist að opna 1, áætlunin var að opna 3 eða 4 á þessu kjörtímabili sem umræðir og það einkarekna já.
en það ekki því til fyrirstöðu að ungbarnaleikskólar, eins og ég sagði í minni fyrri ræðu, séu borgarreknir. Og ég ætla aðeins að fá að taka smá snúning á því á meðan ég hef tíma. Það mjög flókið að vera með einhverja forgangslista inn á einhverja leikskóla fyrir ung börn og byggja þannig upp. Það var miklu einfaldari lausn að búa til ungbarnaskóla í heild sinni og miklu sanngjarnari lausn fyrir foreldra að geta komist inn í ungbarnaleikskóla og dagforeldrakerfið annars vegar í staðinn fyrir að vera að bíða eftir kennitölu á hinum leikskólanum. Og það hefur reynst mjög gott. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við að veita andsvar og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi aðeins blanda mér í þessar umræður sem að í mínum huga fjalla algjört lykilmál. Algjört lykilmál í góðri borg og líka þegar við horfum á stóru verkefnin í borgarmálum næstu ára, þá þetta eitt af því sem í miðpunkti og það mjög ánægjulegt að heyra að það býsna mikil samstaða það í borgarstjórn. Til þess að aðeins að blanda mér umræðum fjölbreytni að þá hefur nú kannski ekki vantað fjölbreytnina fyrir þá sem eiga börn á þessum aldri. Við, mín fjölskylda, með okkar 4 börn höfum prófað eiginlega allt sem í boði á undanförnum árum. Bæði ungbarnaleikskóla, dagforeldra þar sem bara 1 dagforeldri með 5 börn, dagforeldrar sem vinna saman með mörg, sem tvöfalt stærri hóp. Og það að koma barni bara hvergi fyrir og það auðvitað sínu verst. Hin úrræðin eru ólík og við kunnum betur við þar sem var samstarf dagforeldra. Ungbarnaleikskólinn var mjög fínn á meðan á honum stóð en þau tengsl sem urðu við starfsfólk þar og börn rofnuðu þetta mjög fljótt vegna þess að þessi tími líður hratt og það var svona mín upplifun að það væri svona kannski ekki kjörstaða, hvorki fyrir fagfólkið eða starfsfólkið eða fyrir börnin að það góða og faglega starf sem það var unnið, það var bara stóð mjög stutt yfir. Þessi foreldrahópur kannski ekki sá best skipulagði eða öflugasti vegna þess að hann hefur einfaldlega ekki tíma til þess að líta upp úr svona hversdagslegum verkefnum til þess að láta mikið í sér heyra. Og ég held að bara maður getur spurt eða hvern sem á börn á þessum aldri, ég tala nú ekki ef þau eru svona fleiri en 1, 2 og 3. Og þess vegna kemur þetta svolítið til kasta stjórnmálanna og ég tek mjög undir með borgarfulltrúa Oddnýju Sturludóttur sem sagði í máli sínu að það þyrfti að brúa þessa gjá báðum megin frá. Borgin á ekki að stefna að leikskóla alveg niður að 9 mánaða aldri að mínu mati. Fæðingarorlofið á að vera lengra og þá að vera tekið af báðum foreldrum. En borgin þarf að gera betur. Við þurfum að leggja meira í úrræði fyrir yngri börn. Og ég tek algjörlega undir með borgarstjóri því að við stöndum á ákveðnum krossgötum. Það mjög mikil umræða styttingu náms, styttingu grunnskólans og framhaldsskólans og ég get ekki varist þeirri hugsun að það sé of mikil áhersla í þeirri umræðu að í raun sækja peninga út úr skólakerfinu vegna þess að alþjóðlega kannanir sýna að grunnskólinn sé dýr. Ég held að það væri miklu eðlilegri hugsun og ég held að við fáum fleiri með okkur innan skólakerfisins til þess að ná raunverulegum árangri þarna. Ef við segjum, við erum mjög opin og til í að taka þátt í umræðum styttingu grunnskólans, en við sjáum fyrir okkur að það fé sem þannig geti sparast verði eftir á 2 fyrstu skólastjóðum. Annars vegar eftir í því formi að borga starfsfólki skólana betur fyrir að gera breytingar á þeirra vinnutíma og aðrar breytingar sem leiða til þess að þetta getur orðið. Þar með talið öflugri endur- og símenntun fyrir kennara sem getur þurft að koma til ef að þá að kenna meira af til dæmis framhaldsskólaáföngum inn í grunnskólanum. Og hins vegar að þarna
losnum eitthvað fyrir sem farið þá í leikskólastigið til að standa á bak við áform að þjóna betur niður að 18 og jafnvel 12 mánaða aldrinum. Því að þarna höfum við tækifæri. Ég ekki einn af þeim sem spái því að hér hrynji mjög ört gull af himnum til þess að gera ýmsa hluti og ég skil reyndar ekki alveg hversu margir einhvern veginn komnir í þær stellingar að nú sé staðan orðin það góð og verkefnin það lítið frek til fjárins á velferðar- og skólasviðunum að nú sé tími til að tala skattalækkanir. Ég sé ekki hvernig af raunsæi hægt annars vegar að tala fyrir metnaðarfullri skólastefnu, eðlilegum metnaði til þess að halda uppi velferð á býsna flóknum tíma fyrir margar fjölskyldur og ætla að lækka tekjur hins opinbera leið. Nei, ég held þvert á móti að í þessu stóru umbótamál sem kostar mikla peninga á 2 milljarð ef við ætlum að gera allt eins og skýrslan sem unnum var fyrir skóla- og frístundasvið ber með sér, að það þarf að finna þá fjármuni minnst stórum hluta í gegnum einhvers konar nýja hugsun og kerfisbreytingar. En skólaumhverfi held ég að komi miklu frekar með okkur ef við segjum þeir peningar verða eftir til að bæta skólan okkar á leikskólastigi og grunnskólastigi. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Má bjóða borgarfulltrúanum að gera stutta athugasemd eða fara aftur á mælendaskrá. Má ég fara aftur á mælendaskrá? Já. Gjörðu svo vel. Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að gera aðra tilraun til þess að loka umræðunum hér og þakka aftur fyrir góðar umræður, þakka þeim stöllum úr Sjálfstæðisflokknum fyrir andsvörin áðan sem ég svaraði ekki, það voru bara þeirra sjónarmið sem komu fram en við erum ósammála, erum í ólíkum flokkum og það er kannski ástæða fyrir því. Hvað borgarfulltrúa Dagur B. Eggertsson varðar að þá finnst mér, ég hefði mjög gjarnan viljað fá aðeins svona skýrari svör og finnst svolítið hafa skort hér í þessum umræðum í dag kjarkinn til þess að segja við getum fundið þessa peninga annar staðar. Og þá vil ég ítreka það sem ég sagði í fyrstu ræðu minni hér í dag. Ríkisstjórnin hefur tvisvar sinnum og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson bara áttaði sig ekki á því en það er sem sagt búið að ákveða að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði en að brúarsmíðin hefur tekið 2 áfanga. Þó svo að núverandi ríkisstjórn kunni að breyta það á sem sagt að lengja þetta 1 mánuð 2014, 1 mánuð 2015 og 1 mánuð 2016. Og þá á fæðingarorlofið að vera orðið 12 mánuðir. Það er þannig að ríkisstjórnin hefur tekist að gera þetta tvisvar sinnum, í annað skiptið við tiltölulega góðar aðstæður og í seinna skiptið bara ekkert við sérstaklega góðar aðstæður. Hún bara ákvað að forgangsraða með þessum hætti. Sama gerðist þegar verið var að bylta leikskólakerfinu 94. Það var ákveðið að forgangsraða með þeim hætti að börnin gengju fyrir. Ég ítreka þá að við eigum sameiginlega 80 milljarða, þessi borg. Það er ekki verið að tala að gull falli af himnum, það er ekki verið að tala að peningar vaxa á trjánum, það er ekki verið að tala að hér sé allt komið í ljúfa löð eftir efnahagsþrengingar undanfarinna ára. Ég er að tala að við getum forgangsraðað þessum 80 milljörðum eins og við teljum vera sanngjarnast. Það að 1,2 fari til viðbótar í leikskólamálin finnst mér að við eigum að skoða. Mér finnst að við eigum að skoða það af fúlustu alvöru og athuga hvort að 1,2 milljarðar geta mögulega farið af einhverju öðru. En það krefst þess að við höfum kjark til þess að gera það, kjark til þess að skera niður einhvers staðar annars staðar og að okkur finnst þetta raunverulega að vera sanngjarnt og skynsamlegt. Ég er á því að við verðum allavega að reyna að byrja að hugsa það hvar við getum fundið þessa peninga og hvort að við getum gert þetta í einhverjum skrefum. Því að eins og ég hef ítrekað sagt hér í dag, ríkisvaldið hefur tekið skref, það er búið að byggja brú að allavega einhverju leyti frá ríkinu að okkur en við höfum ekki stigið nein skref á undanförnum 20 árum. Og það er eitthvað sem við verðum að gera eitthvað með. Það er ekki hægt að við höldum bara áfram hérna með status quo. Við verðum að gera áætlun það hvernig við ætlum að brúa þetta bil. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá er ekki fleiri á mælendaskrá. Fyrirgefið. Má bjóða borgarfulltrúanum að fara aftur á mælendaskrá?
Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ekki vil ég nú taka það af hennum ágæta borgarfulltrúar Sóleyju Tómasdóttur að eiga síðasta orðið í þessum máli eins og mörgum öðrum, en ég ætla bara hér að kynna bókun fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna undir þessum lið. Sem hljóðar svo, með leyfi forseta, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja sem fyrir áherslu á að fjölbreytilegar lausnir verði hafðar að leiðarljósi í þjónustu við yngstu Reykvíkingana. Bæta þarf starfsaðstæður borgarrekinna leikskóla, sjálfstæðsrekinna leikskóla og dagforeldra. Hækka þarf niðurgreiðslur með börnum sem dvelja hjá dagforeldrum. Gera þarf átak í viðhaldi leikskólabygginga sem víða hefur verið vanrækt. Lagfæra þarf lóðir margra leikskóla, ekki síst þarf víða að mála og sinna öðrum lagfæringum á útileiktækjum en viðhald þeirra hefur verið óviðunandi árum saman. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að boða bókun undir þessum dagskrárlið. Þá hefur borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir áskilið sér rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið. Og fulltrúar Bestaflokks og Samfylkingarinnar. Það er klára þetta, það máta koma eftir. Eftir bara. Já. Þá hafa ekki fleiri hvatt sig hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum